Inga Sæland, verður hjartanlega velkomin til mín hérna í broadcastið. Takk fyrir, elskulegi Logi. Það er svo langt síðan, ég held að við höfum ekki spjallað síðan bara ég var í útvarpinu hérna niðri á Suðurlandsbraut og þannig að það er tíminn til komin að fá því hingað í heimsókn. Já, hjartans þakkir, það ég er bara óbúslega glöð að fá að koma til þín en þú nú fann að kalka eitthvað samt, sko. Já, ertu búin að koma hingað? Nei, en við höfum spjallað saman samt, já, við höfum spjallað saman í síma Nei, undir fínum fiski og svona, já, borðum einu sinni saman þú veist að ég er alltaf í matarbóðum, sko. Já, nákvæmlega og pítsupartím Ég er að segja það, eða þannig Herðu, ég ætla bara að byrja að segja, sko, að því að þú ert búin að vera í þessari baráttu síðan 2016 og þú komst á þingar, það ekki? Komst á þingi 2017. Já, 2017. Í október 2017. Stofnaði flokkinn 2016. Já. Við erum verið 10 ára núna, í loka apríl. Til að hafa mikið með það. Í loka hvaða dagsetningu? Núna, 29. apríl, þá erum við 10 ára gömul og ætlum að halda svona alvöru sunnudagskaffi, öðruvís en bara vöfflur, það verður svona alvöru kökur og næs. Veistu hver annar heldur upp á afmæli 29. apríl? Nei. Það er undirritaður. Nei. Það er bara svoleiðis. Áttu afmæli? Gaman að því að flokku fólksins. Áttu afmæli? Já, 29. apríl. Þið fættist bara saman dag? Já. Það er þess vegna sem þeir eru alltaf líka svona vel við okkur, sko. Já, við fundið þetta bara í blóðrásinni, sko. En ég verð að gefa þið það. Ég meina, stofna flokk 2016 og búin að vera svo ljón í stjórnaranstöðu þar lengst af, en frá 2024 í ríkisstjórn og búin að gegna núna þó nokkrum ráðherra titlum. Það verður nú bara rósaði fyrir sko afköstin og hversu langt þú hefur komist. Þetta er náttúrulega bara ævintýri líkast. Til hamingju með það. Já, hjartans þakki fyrir það. Jú, ég upplifa líka svolítið þannig eins og eitthvað sem að ég hefði ekki alveg séð fyrir mér. Ekki einu sinni það að stofna stjórnmálaflokka, ekki einu sinni það að fara á þing, hvað þá verða það er á þeirra og margir í einu eins og þú segir. Já, sérilega í ljósi sko bakgrunns þíns og stöðu hér áður fyrr. Ég meina að vita að nú flestir, samt örugglega ekki allir, en að þú glímir fötlun. Þú ert það sem að kalla er lögblind. Já. Og það þýðir að hvað ertu með 10%? Já, í kringu það. Já. Og minna þeirri sól og snjór. Ég hef mikið með sólgleru og fólk hefur kannski tekið eftir því. Já. Og bara vera hér hjá þér en þetta er nú samt svona frekar allt í lagi, sko. Já, við erum ekkert að oflýsa þetta. Nei, þetta er allt í lagi. En svona venjan er svo að þegar það er verið að taka mig til dæmis í viðtöl og segja, komdu út. Það sem er kannski jafnvel sól og svona. Þá sérðu verð. Já, sé ekki neitt og get ekki opna augun í því, nei, þá vil ég vera með sólgleru, nei, þú mátt ekki vera með sólgleru, það er svo agalega ljótt í sjónbyrnu, þannig að bara þá förum við inn og reynum að finna einhvern skuggastað fyrir mig til þess að vera á. En þetta er, hvað ég segja, svona öskubusku saga, ég meina, þú veist, þegar þú ert lítil stúlka, þá gerist þetta, þú fættist ekki þessa fötlun. Ég hef klaupabólu og heilefnabólgu upp úr henni sem að fór svona með sjónstöðarna mínar. Hvað varstu gömul þá? Ég var bara tæplega 5 mánaða. Þannig að til lánsins, eins og ég segi, fyrst að þetta átti að fyrir mér að liggja, þá er ég þakklátt fyrir að ég skuli aldrei hafa verið með fulla sjón og mist hana síðan eins og fullorðið fólk sem er að missa sjónina, úlingar, börn, hafa fengið að sjá fulla sjón og séð alla liti og noti þess. Já. Ég er þakklátt fyrir að vita ekki neitt annað en það sem ég hef. Þannig að það En framan af, þá er þetta náttúrulega bara, glímur þú við þessa fötlun upp á eigin spýtur. Ég man eftir að lesa einhverstaðar eftir að minna og þú bara þurftir að taka þetta á kassan eins og sagt er. En svo seinna meir hér á Íslandi, þá fara fatlaðir að fá meiri þjónustu. Já. Og þú færð til dæmis akstur og ferðarþjónustu blindara eins og við köllum. Já, einmitt, sem er gríðarlega mikilvægt og síðan verður aðstofið að lesa. Hvaða tækni er Já, það var bara tekið, allt námsefnið var bara hreinlega stækkað fyrir mig. Sjónstöð Íslands bara hreinlega stækkað allt lesefnið, en síðan fekk ég mjög öflug og þykk gleru og svona svo flöskubotna, mjög þykk og sterk, svona næstu eins og stækkunagler. Þannig ég gat lesið allt námið, þess vegna komst ég nú í gegnum lagadeild Háskóla Íslands. Já, einmitt. Og þú byrjaði það 54 ára gömul. Já, en ég var búin að reyna áður en fekk ekki þann stuðning þá. Hann var ekki til staðar þegar ég var yngri. Þannig að ég gafst ekki upp, held bara áfram. Við gefumst aldrei upp frosti, við höldum bara áfram. Já, er það ekki mottóið bara? Jú. En eins og ég segi, þetta er náttúrulega magnað. Þú veist að fara í klára lögfræðina, byrja 54 ára gömul og síðan allt sem þú ert búin að áorka síðan þá er þetta bara lyginni líkast og þú ert í stjórnmálum að manni finnst af hreinni hugsun, er ekki óhætt að segja það?
Jú, það alveg ótt að segja það. Ég ekki þarna til þess að vera með einhver sérstöku völd nema bara til þess að gera gagn og vera verkfæri fyrir samfélagið mitt, sko. Ég líti á mig sem slíka. Já. Þess vegna kannski hefur gustað mig af því ég vil sjá árangur, virkilega. Og þess vegna svo yndislegt að hafa allt þetta fólk í kringu sig inn í ráðuneytunum til dæmis núna. Þetta var eitt að vera í 7 ára hrópandinn í eðimörkinni í stjórnarandstöðu, vera með öll þessi mál sem að við erum með, öll þessi baráttumál, bæta kjör og mannréttindi fatlaðra sem annara sem að standa höllum fæti í samfélaginu. Það allt annað en að vera síðan komin í ríkisstjórn, geta setið við stjórnarmyndunarborð og sagt, ok, ég skal koma í þessa vegferð ef að við fáum þetta. Það nú ástæðan fyrir því að mjög margt af því sem að hefur verið á stefnuskrá flokksfólksins frá byrjun hefur nú verið að ná fram að ganga á ótrúlega skömmum tíma og það eingöngu að þakka náttúrulega hvað við erum samhendar þessar forystu konur í þessari ríkisstjórn hvað við erum allar líka sko inn á því að við þurfum að bæta mannréttindi, bæta kjörin og taka utan á fólki okkar sem að ábáast. Þannig að annars hefði náttúrulega kannski ekki gengið raungerst svona hratt og öruglega en flest á okkar stefnumálum eru hreinlega að ná fram að ganga og langt komin með 450.000 útborga, mjög langt í þátt. Þannig að þessu kjörtímabili mun það raungerast, þannig að Var það talan sem þú lofaðir einhvern tímann? Það var í kosningabartunni, ég sagði að ég vildi sjá 450.000 krónur, ég myndi berjast fyrir 450.000 krónur útborga. Já. Og það hef ég verið að gera og núna með tengingu, vístölutengingu við almannatryggingarnar, vístölutenginga við laun. Það verður mesta kjarabót sem að þessi hópur hefur nokkuð tíman upplifað og það verður næsta 1. janúar, næstkomandi. En manni fannst einmitt sko í stjórnarmynduninni að þið hefðu þurft að gefa afslátt af mörgum og ykkar eins og slumis hvernig þú hafði talað þetta, það kem ekki til greina að þú eru í stjórn nema að það veri 450.000 lágmark. Já, þess vegna verður það. Já, en þú telur úr þetta náði í gegn með þessari tengingu. Já, og ég meina við erum búin að ná, það var svona meðalhækkun bara núna 1. september síðastliðin, eða í fyrra, og meðalhækkunin hjá þeim sem voru efnamennstýri á almannatryggingum var kringu 50.000 á mánuði og það munar minna. Þannig að við erum líka að hækka frítekjumörk og almenna frítekjumarki líka sem þetta fyrir fullorðna fólki sem á einhvern smá lífeyrissjóð. Við ætlum að tæplega tvöfalda það sem áður var á þessu kjörtímabili. Auðvitað það samt ekki mikið. Það ekkert mikið í stóra samhenginu en það skiptir allt máli, smá saman. Margt stórt gerir eitt smátt, þannig að við höfum verið að gera ýmislegt. Við erum líka að, eins og veist, ráðast mjög kröftulega inn á húsnæðismarkaðinn til þess að reyna að byggja meira, brjóta land, byggja meira. Þetta var líka áhersla og eiginlega hjá okkur öllum á segja að við gerum okkur grein fyrir því að það eru hér einhverja þúsundir íbúða sem ekki að seljast núna vegna þess að það eru stórar, það eru dýrar og það er bara ekki markaður akkord fyrir það núna. 6.000 rúmlega íbúðir sem að standa óseldar nýjar íbúðir. Það voru 2.000 fyrir 3 mánuðum eða búið að þrefaldast. Ég heyrði þetta einhvers þar. Ég skal ekki fullir það. En ég meina að það ekki væri það betra. Nei, ekki væri það betra. En já, og þú, það er ótt að segja ef þú værir með hreinan meirihluta flokkur fólksins í stjórn, þá hefðu þú nú ekki farið að stað í þessa vegferð að fara að kjósum einhver ESB-mál. Það var alveg skýrt við ykkur að þið hafði engan áhuga á því. Nei. Við hefum engan áhuga á því en ég segi samt sem áður og að ég hef gert það alla tíð. Ég vil að þjóðin okkar, ég sakna þess að við séum ekki með meira beint líðræði. Ég sakna þess hvernig örfái kjörni fulltrúa vantreysta samfélaginu í heilsinni þegar við höfum ítrekka séð það. Að þegar samfélagið okkar fær að greiða atkvæði þá veit það nákvæmlega hvort sem það er ICEF eða hvað einn annar sem er, þú veist, fólkið okkar veit nákvæmlega hvað er best fyrir okkur og fram til landsins. Þannig að hefur engar ágjörð því að bara hagsmuna upp sem vilja okkur inn í ESB náu að beita sér þannig í umræðinu að almenningur verði kannski að einhverju leiti blekktur til þess að segja já og svo spyrir maður ef líka ef við segjum já 29. ágúst tekur þá ekki bara við aðlögunarferli að segja svolítið vel Frosti, þetta er náttúrulega það sem er þessi rugglingsorðræða tekur ekki við eitthvað aðlögunarferli á segja svolítið, það er alveg sama hvað ferlið heiti sem tekur við erum við að halda áfram aðildarviðræðinu sem var settar hún í skúfu, já, eðlilega erum við að gera það vegna þess að voru bara sendt skeyti frá þáverandi utanríkisráðherra Gunnari Bragi sem sagði við erum mættið með ykkur.
í staðis að það var þingið náttúrulega sem að heimilaði þessar aðildarviðræður og það þarf þingið, þess vegna ég búin að koma með frumvörp núna ítrekkað í stjórnarandstöðu þar sem ég var óska eftir því við Alþingi að þessi umsókn yrði formlega dregin tilbaka vegna sem hún hefur ekki formlega verið dregin tilbaka heldur leiði hún í skúfu. Þetta er eitt þáttu, svo er hitt, hvort það er aðildarviðræður, er það aðlögunarviðræður, er það svona hinsegin viðræður, þá er staðreyndin svo að í lokdags þá verður það, ef að verður sagt já 29. ágúst, þá verður það sem út úr því kemur lagt fyrir þjóðin okkar. Það verður lagt fyrir þjóðin og ef að við fáum ekki varanlegar óafturkræf yfir ráð yfir okkar auðlindum, þá er ekkert að tala. Þjóðin okkar myndi aldrei samþykja það. Ef að samningur kæmi fyrir fólki og það bara nei, við myndum öll segja nei. Þú ert alveg skýr að það eru skilin sem að þú setur, að það er yfir að okkar yfir auðlindum verða að vera algjörlega óumdeilt, óafturkræf. Það liggur fyrir. Ég held að við séum alla sammála það. Meira sér Þorgerður Katrín sem á nú bara ekki skilið þennan rosalega gassagang sem er verið að hamast í henni með. Þetta er einhver duglegasta manneskja sem ég hef þekkt og auðvitað myndu sumi segja, jæja, hún er að nota ferðina því að þau eru svo hrifin af þessu Evrópusambandi sem slíku. Svo hvað með það, þjóðin okkar á að eiga síðasta orðið. Ég treysti þjóðinni minni til þess að velja og hafna. Ég treysti þjóðinni minni til að láta ekki fíblast með sig að einhverjum öfga eða einhverju innrætingu einhverstar út í bæ. Auðvitað er orðið erfitt að greina á milli núna með þessa gervigreind. Auðvitað fara að búa til alls konar. Já, og við þurfum að vera endalaust á verði, sko. Þeir hafa alltaf verið til þessi spunameistarar sem að matreiða ofan í þjóðina ákveði narratív til þess að fá. Nú, ég sá nú bara þetta þegar að Kristrún dettur að henni dettur það í hug eftir ríkisstjórn á þriðjudaginn, hvort við ættum ekki annað kvöld að hittast heima hjá henni af því að börnin færu til mömmunar í bústað, maðurinn hennar var í vinnu fyrir hún var alein heima og við höfum í rauninni mjög sjaldan og eiginlega ekki geta sest niður óformlega til þess að eiga ánægjulegt svona rólindis spjall eins og til dæmis var á miðvikudaginn. Heyrðu, ég hef bara í annan tíma ekki ímyndið með neitt annað eins rugl og upprópa og falsfréttir þannig sem maður sé komin í stofufangelsi og bara heyrðu þú þarna ráðherrann þinn ekki fara út, ertu heima á þér ef þú ert ekki í þinginu eða ráðunettinu eða ert ekki að fundi þá bara ferð þú ekki út og alls ekki þiggja heimba á klukkan 8 til Kristrúnar þar sem hún ætlar að baka einhverja krónu pitsu og súrdegi frá, halló veist að ég bara á ekki orð ég var hugsa að segja það í Bríarinni núna því að stundum teki síman og er kvatvís og segja halló elsku fólki mitt í síman þú veist þegar ég er að aka í bílum fer ég beint á Facebookið og segja eitthvað og stundum í þinginu þegar mér er allir í lokið þá æði ég fram og segja eitthvað þarna var ég að segja halló elsku fólki ég er komin út ég er búin að rífa múrana og bara labba út á frídeginu mínum, hugsið ykkur. Þetta er ótrúlegt. Já, þetta er ótrúlegt. Ég skal alveg viðurkenna. Ég upplifi með hengingaról, bara ökklabönd og allt saman og bara á þér er eitthvað. Á ekki bara krossfesta mig hérna. Já, nákvæmlega bara. Akkur ekki bara. Ha. En ég tek nú alveg undir það. Þetta er nú illað ykkur vegið. Mér fannst þetta nú bara vera flott hjá ykkur að koma saman í miðri viku og taka óformlegan fundi yfir það var síðasti vetrardagur, við vorum ákvarðið að nú klárum við veturinn, síðasti vetrardagur hittust og bara, það er svo sjaldan sem við höfum tíma og sveigrúm til þess að hittast alla saman mjög sjaldan, nema á ríkisstjórnarfundum og þá er þetta mjög svo mikil dagskrá og allt saman niðurnjörvað og við erum, þú veist það er mjög mikið að ráðherranefndum og alls konar sem við erum í og það er bara dagurinn er ekki nógu langur og dagarnir eru heldur ekki nógu margir í vikunni eins og Þú upplifir það væntanlega, þú veist, það er fylgst með hverju skrefi þegar þið eru núna komnar í ráðherrastólana það þið megið ekki rópa eða Nei, ég fer aldrei á salirni, það eru svona allt slöktar inni Já Nei, ég sagði nú svona ganni mínu en ég meina, þetta er bara þannig Já og það er rosa erfitt fyrir mig sem að hef nú kannski ekki afingað mig eins mikið eins og sumir vildu að ég gerði og mér er í rauninni verður maður að bera virðingu og sína ráðvendni og virðingu við svo stórt embætti sem það er að vera orðin einn af æðstu embættismönnum þjóðarinnar en það breytir ekki þeirri staðreynd ég er ekki að fara að skipta persónuleika eða vera eitthvað önnur en ég er þó
Þó ég reyna að vanda orðavali. Og þú hefur alltaf verið svolítið kvatvís, það ekki? Jú. Það sennilega þess vegna sem ég er komin þangað sem ég er komin. Stundum það kannski aðeins svo mikið. Og en oftar en ekki þá þá það yfirveguður ráði flest af því sem ég tek mig fyrir hendur. Hvernig var þetta á miðvikudagskvöld þegar Þorgerður setti þessa skemmtilegu myndaaukurinn á Instagram og Facebook voru þið saman þegar að fyrstu viðbröðin byrjuð að tikka inn Nei, og þið komir heim þá eða við höfum kannski verið það, þú veist, ég fór heim, við byrjuðum eitthvað 11 og ætlum að vera við byrjuðum 8-leytið sko. Þorgerður kom aðeins seinna því hún var að koma úr öðru sem hún var upptekin við, þannig að ég fekk að njóta þess að sjá forsætisráðurinn okkar svífa með bökunarplötuna og sveifla þessu frábæra degi og þetta var ótrúlegt og ég fekk svona pizzu, hvað ég að segja, hún smitaði mig af ástriðu fyrir því að fara að kaupa svona klessu og baka mína eigin pizzu. Þetta er gott, við gerum þetta alltaf á föstudögum heima á mér. Og svo er þetta kallað pizzu veisla, jú, það má kalla ýmislegt þegar þrjár konur koma saman og tala saman í mesta bróðerni yfir pizzu sem er heima tilbúin. En voru þið ekki saman þegar það byrjuði að hrannast inn viðbröðin, allir eru brjálæðir? Það getur verið, en við vorum ekki á símanum með það. Við vorum ekki að spá í þetta, við vorum bara að spjalla saman, hlæja saman, við erum að tala verkin okkar, framtíðin okkar, við erum að tala öll þessi tugi mála, öll þessi mál sem okkur hefur í rauninni gengi vel að koma og ótrúlega margt sem við erum að laga og bæta og breyta, þannig að En þér finnst, þegar þú tekur eftir þessum viðbröðum sveitum kvöldið að daginn eftir, það er illa vegið að Kristrúnu? Illa vegið, þetta var svo ósanngjarnt vegna þess að það var búið að bjóða henni á þennan fund og hún var bara alls ekki með tíma akkurat og gat ekki mætt. Það er eins og hún eigi ekki börn eða neitt, það er eins og hún sé bara ekki mennsk, það er eins og hún megi ekki fara með litlu stelpunni sinni og horfa á hana þar sem hún er á einhverju fyrstu sýningu, einhverju sem ég man ekki hvað var, hvort það var íþróttir eða hvað eina annað sem er. Að móðir eftir langan og strangan vinnudag get ekki verið með barninu sínu í klukkutíma vegna þess að það er ekki bara verið að bjóða þær eitthvað. Þó þú afþakki boðið, þá ertu bara skömmuð fyrir það að mæta ekki. Það er bara verið að taka forsætisráðherrann og berja hana eins og köttin í tunnunni. Þú veist, þetta er alveg ótrúlegt, þetta er bara svífrilegt, þetta er dónalegt og bara algjör yfirgangur, fyrirgefðu, ég bara er þar, ég bara var steinhissa á þessu viðbröðum. Sérstaklega af því það búið að gera rosalega mikið og við höfum verið öll að vilja gera, ekki bara þessi ríkisstjórn, heldur náttúrulega þegar við fengum þetta áfall í fangið þegar þessi jarðeldar brutust út í Grindavík. Já, er ekki búið að kaupa öll húsina á þeim Grindvíkingum fyrir 60 miljardar eða eitthvað? Jú, við erum búin að, það er vel komið á annað 100 miljardar sem búið að leggja í þetta og það sér enginn eftir því þegar við erum að tryggja öryggið en það breytir ekki þeirri staðreind að það var vel gert og allar eignir sem ég veit minnstakosti voru keyptar langt yfir markasvirði í Grindavík. Og þannig að það var ekkert til spara það sem er verið að tala núna og er svo mikið sárindi yfir og ég skil svo miklu meina vel það er að fólki vill eiga heima þarna þetta er dásamlegu staður, þau vilja bara fara heim og eru ekki sátt við það að skuli koma einhver tilmæli það að vera ekki með skólahald í bænu sínum en hvað á ríkisstjórn að gera heldur en að biðja tilmæli að hugsa öryggi þegar erlendi sérfræðingar, allir okkar innlendu sérfræðingar og allir sem að vita betur eldur en við, hvaða vá raunverulega gæti verið til staðar þarna. Og ef að skildi nú fara að gjósa þarna aftur og yrði mannstjón eða eitthvað hræðilegt kæmi upp, hverjir myndu bera ábyrgð á því? Hverjir þyrst að taka það í fangið eigum við bara sigla sofanda feðar og svo láta eins og við vitum ekki að það hefur aldrei orðið önnur eins kvikumyndin undir þessu svæði eins og akkurat núna sálfræðingar, geðlæknar, félagsfræðingar sérfræðingar í öllum eldfjallafræðum og öðru slíku allir koma saman, það versta sem getur komið til dæmis fyrir börn, það er að rífa þau upp miðja nætur og þurfa að laupa undan dauðans alvöru vá og annars slíkt en
En það verið að starfa í Grindavík, þannig auðvitað skiljið, það verið að starfa í Grindavík, það eru fjölskyldur sem búi í Grindavík, það erfitt ef á ekki mega vera með skólahald í Grindavík. Já, þetta er flókin staða og það eru ekki öfundsverðir þeir sem þurfa að taka ákvarðunar þetta. Við tókum ákvörðun að leyfa þeim, eða sem sagt samþyktum það að þau gætu búið fram og verið með sína bæjarstjórn. Nú Grindavík eins og öll önnur sveitafélög í landinu eru hérna með stjórnarskrárvarið sjálfstæði. Þau eru algjörlega sjálfstæði sveitafélögin okkar. Þannig að ef að sveitastjórnin í Grindavík tekur þá ákvörðun að vera með skólahald í vetur, þá getur við ekki gert neitt í því. Nema að segja og sína fram á að það eru vinsaleg tilmæli þessara ríkisstjórnar. Það gera það ekki. Þannig að, og þá erum við að hugsa öryggi. Fyrst, bara í eina og fyrsta og bara í alla leið, sko. Þannig að það svona ýmislegt sem að... En hérna, áður en við tókum þennan hliðartúr hérna, þá ætlaði ég að spurja þig hérna, sko, þetta var hliðartúr, já. Hefur þú engar áhyggjur af því að, sko, eins og ég segi, þú segir, sko, ef við segjum já 29. ágúst, að þá verður ekkert farið í Evrópusambandið fyrir en að þjóðin er búin að sjá samning og samþykja aftur síðar, en á milli 29. ágúst og þangað til að við kjósum samning. Hefur engar áhyggjur að þá verði mikið aðlögunarferli hér í gangi og við þurfum að breyta og stofnanir muni breyta regluverki og reglum þannig var það hérna 2009 til 2013. Það getur ekki orðið svo vegna sem við erum þegar búin að innleiða sennilega hátt í 80% öllu þessu regluverki, ef ekki meira. Og hér eru, ég man ekki hvað voru, fyrir 3 árum voru 1200 svona gerðir, EES-gerðir og annars lít sem var ekki einu sinni búið að innleiða. Og alveg eins og þegar verið að tala bókun 35 sem að ég var nú alveg grjótöld á móti og alveg, sko aldrei bókun 35, over my dead body, alveg bara over my dead body. Það var náttúrulega vegna þess að ég trúði þeim anga sem að var að benda á það að þetta væri hér vestamál og við varum að færa í rauninni ákvörðunarvaldið okkar til Brussel. Við varum að færa í rauninni löggjöfin okkar nánast undir yfirráðin í Brussel og það er náttúrulega allránt. Og það vissi ég ekki fyrir en að ég vildi fá alls konar sérfræðingar fyrir okkur í stjórnarmynduninni til þess að fá að heyra hvort að ég myndi yfir höfuð samþykja það að þið farið með þessa bókun 35 fram. Þá hún náttúrulega bara inn í samningnum, hún var bara ranglega innleidd. Hefði hún verið réttilega innleidd, þá voru til dæmis íslenskir lántakar hjá bönkunum búin að fá tilbaka 10 milljarða frá bönkunum sem eru bara búin að kreista það og vegna þess að það algjörlega alveg svo læknirinn í Danmörku sem var barsamandi og kemur hér heim og við erum inn á þessu sama svæði. Við erum í Schengen og við erum inn með fjórfrelsið og allt þetta en hún fekk ekki fæðingarorlof. Hún fekk ekki fæðingarorlof hér heima þó hún var íslensku ríkisborgari, þó hún ætti rétt á því samkvæmt evrósku regluverki og hún hefði 100% fengið það ef að hefði verið búið að innleiða réttilega bókun 35 og það kom fram hjá Hæstarétti og að þeir gátu bara henni ekki hort fram hjá því að þetta var ranglega innleitt þannig þeir gátu ekki dæmt inn í vil. Snýst þetta ekki um það að með bókun 35 og þá verði öll Evrópulöggjöf sko rétt hærri heldur en íslensk löggjöf sem settið að verið fyrir? Nei, það er bara alls ekki. Það er bara einfallega þannig að við skulum segja, ég veit nú ekki eiginlega hvaða samlíkingu ég geti verið með. Hins vegar að verður árekstur. Það verður árekstur á til dæmis því sem að við höfum verið að gera alls konar. Við höfum verið að gullhúða og ég veit ekki hvað við höfum ekki verið að gera. Við höfum verið að innleiða í rauninni rúmlega og allt og mikið. Það sem að við höfum ekki einu sinni þurft að gera. Og ég meina að það líku við að á tímabili hef ég haft á tilfinningunni ég þyrfti að fara bara að sjúga með mínu bara vélinda afli með í staðan fyrir að vera með ryksugu því að það mátti ekki vera þessi mótor og það má ekki vera svona ljósapera og alls konar sko og það var reyndar eins og mér finnst að sé ekki tekið til þess að við erum með 85% allra okkar orku til dæmis endur nýtaleg og hún græn og við erum þetta ég til dæmis... Það ekki til þessi regluverki í Evrópusambandsins? Nei, en það einmitt það sem við getum látið taka tillit til. En við höfum ekki staðið vörð. Við höfum ekki staðið vörð eins og smáþjóðir alltaf, fleiri smáþjóðir gera að standa vörð og hafa talsmann þar að við, þegar allt komið í rauninni í loka atkvæðagreiðslu inn á þessu þingi, þar sem allar þessar ákvarðanir eru teknar og þessi risa vaxna löggjöf, þá höfum við bara ekkert verið við borðið.
Við höfum ekki komið hér heim á fyrri árum til þess að segja, heyrðu, hér að koma eitthvað regluverk sem bara passar ekkert við okkur. Við erum ekki með lestir, við erum ekki með þetta og við erum ekki með hitt. Af hverju höfum við ekki gert það og af hverju ættum við að treysta stjórnmálunum til þess að fara að gera það? Já, sko, í rauninni þá var bara engin mannskapur til þess að vekta þetta úti. Það var alltaf verið að sko, hugsa það að vera ekki með allt og mikla yfirbyggingu en stundum þá erum við að spara aurinn og fleygja króninni með því að standa ekki vörð og ég man eftir að Guðlaugur Þór, þegar hann var utanríkisráðherra, þá steig hann einmitt inn í þetta og hann réði minnst kosti einn ef ekki 2 starfsmenn bara eingöngu til þess að fylgja eftir því þessu innleiðingadæmi við þegar var verið að koma með alls konar regluverkinga heim að strax á fyrstu stigum að þá yrði flaggað úti og við fengjum að vita, stjórnvöld fengi að vita það ég heima og sérstaklega hann þá sem utanríkisráðherra kemur þá náttúrulega með því og fylgir því eftir en það er í mörg hóðna líkta. Það er til dæmis þetta ETS-kerfi og núna er hann Eyjólfur samgöngur á þeirran þinn að tala skipasýklingar í kringum landið og það er allt í einhverjum klafa við erum alveg salt út í þetta. Við erum bara salt út í þetta. Ég er ekki sammála þessu. Ég vildi frekar segja mig úr öllu svona samkomulagi heldur hann að fara til þess að rukka okkur hitt og þetta sem er í rauninni við erum mjög okkar sérstæði algjör sko. Já, við erum pínulítil eyja og sko þetta ETS-kerfi það fyrst og síðast byggt upp með það fyrir augum að reyna að koma flutningum í Evrópu á meginlandinu meira í þessi lestarkerfi og annarslið sem þeir hafa og við höfum ekki. Við erum bara með flug til og frá landinu eða þessi já, eiginlega bara. Við erum ekkert að nota, það er engin gömul esja hér eða eitthvað gamalt. En við verðum að krefjast þess að fá, það er undanþágur og taka ekki allt á okkur sem að þetta er bara galið. En ef við myndum sjá meira af því frá ykkur í ríkisstjórninni. Ég vil til dæmis ekki að við séum að setja 20 milljarða á einhverjum árum í loftslagsmál. Nei. Ég er bara ekki þar. Ég vil ekki 17 milljarða á ári að mókon í skurðið einhver loftslagsmál þegar við erum ekki að menga. Það er mjög gott að heyra. Við mengum hlutfallslega, sennilega minnst í heiminum, en samt að vera að segja hlutfallslega síðan við að menga einna mest og ég næ engu utanu þetta. Og við höfum nóg annað að klína á okkur kólum, það er verið að selja okkur einhver bréf, við erum að selja grænu bréfin okkar og lítum út eins og umhverfis sóðar í staðinn. En af hverju var þetta ekki í stjórnarsáttmálanum ykkar að það er tekið harðar á þessu og staðið vörðum þessa hagsmuni í Íslands? Já, ég meina það er náttúrulega bara sagt að við ætlum bara að passa loftslagið, elska mín, þú veist það að við erum ekki ein. Nei. Já, í stjórnarsáttmála þá er ýmislegt sem fyrir á borðið sem verður aldrei þar. Það er raunveruleika, það raungerist ekki á þessum tíma. En ég meina það stefna okkar í flokki fólksins, við erum ekki með sömu stefnu, hvorki leikskólamálum í borginni eða ýmislegt annað, við erum ekki einn og sami flokkurinn og það er bara eiginlega galið þegar verið að segja sko, bara strax daginn eftir ég var orðin ráðherra, félags- og húsnæðismála ráðherra, þá bara fór fólki mitt út kíkti heimabankan og gáði hvort það væri ekki komið 450.000 krónur bara útborga. Ég meina, er þetta eitthvað normal? Er eitthvað eðlilegt við þetta? En getur ekki fengið stöllurnar sem eru með þér í pizzapartíinu og svona til þess að koma á vagnin með þér að þetta, þú veist, þessi loftslagshystería sem að við erum að eyða allt miklum peningum í, að það sé nú þarna tilefni til þess að skrúa fyrir kranan og huga betur að krónunni? Jú, ég er ekki bara að suða það, sko. Ég vil bara fara að bora eftir olíu og drekka, sko. Já. Ég vil bara vera sjálfbæri olíu. Ég vil bara fá okkar norska olíusjóð bara, hann verður bara íslenski olíusjóður. Ég er bara það. Ég er algjörlega með það. Þannig ég er að segja, sko, við erum ekkert að deila heila þó við séum svona góða vinkonur og vinnum vel saman og annað slíkt. Nei. Og gengur mjög vel að vinna samkvæmt. Við vinnum engöngu og mjög ötulega, sko, samkvæmt stjórnarsáttmálanum okkar. Því það er stundaskráin okkar og það er verksplaggið okkar, þannig að við gerum það en við erum ekki einn og sami flokkurinn. Nei. En ég hef reyndar sagt það þér að segja. Við séum 36 manna þingflokkur núna og erum samstíga núna og fyrir svo ekki að klóra augunum hvert öðru fyrir kortir í kosninga. En hvað, mér langar að spyrja, ég veit að þetta er eitthvað persónulegt en það sem að hefur núna, það er búin að vera smá upplausn í flokknum, en það er góður og gegn flokksmaður sem að hefur verið með þér frá upphafi, Guðmundur Ingi, að hann kveður og skellir hurðum í raun og veru,
hann varaformaður Gummi flokksins. hefur aldrei skellt hurð. Nei, ég segi, þetta svona Aldrei. tekið til orða. Já, ég En, veit, en það hlýtur að vera sárt að svona náinn samstarfsmaður til margra ára og varaformaður flokksins segi skili við ekki bara þingflokkin, heldur flokkin allan og sitji nú einn út í hotnin á Alþingi. Hvað, Alla dyrstanda opnar alltaf fyrir Gumma, hann er velkomin hvena sem er og ekkert vildi ég meira heldur en að fá Gumma heim, sko. Nei, ég trúi því, en er eitthvað sárindi þarna? Er hann sár út í þig, persónlega? Sko, ég veit það ekki, sko. Hann hefur náttúrulega bara lítið vilja segja það. Þegar við vorum að fara í páskafrí, þá vorum við bara voðaglöð. Og við vorum nýbúin að samþykja löggjöfin okkar, tókum mynd á okkur saman og hamingjusöm yfir því að við erum loksins búin að koma í gegn vísitölutengingunni eftir sko sannarlega mikinn mótbyr inn í þinginu. Þar sem að auðvitað stjórnarandstaðan sem að er á móti eðlilegum auðlindagjöldum öskrar og æpir á það ef að fara 3-4 milljarðar á ári til fátækasta fólksins. Það er alltaf fátækasta fólki sem er að hvolfa þjóðaskútunni. Það er mjög athyglisvert í rauninni. Mjög. Ég held samt enga ég held að sko reiðin sé ekki út í fátækafólkið heldur sé að ég er búin að vera þarna allan tíman. Svona vísitölutengingar og náttúrulega í þessu verðbólgudrifna þjóðfélagi að þegar allt er vísitölutryggt og svona þá eru við alltaf elda skottu og þegar við erum að bæta í meir og meiri vísitölutengingar og tryggingar að þá einhvern veginn sjáum við ekki neina leið þess að sko einhvern veginn þetta hjaðni. Sko það eina sem er verið að gera með þessu það er að stöðva viðvarandi kjaragliðnun hjá þessu fátækast fólki sem eru orðin vel og annað 100.000 krónur á mánuði frá efnahagshruni. Þetta gengur ekkit upp. Þannig að ég ætla aldrei að segja af 1.700 milljörðum króna þessi 3 milljarðar á ári setja þessa þjóðaskút á hausinn. Ég er bara hálf, hvað ég að segja, já, ég er bara fói yfir því, hvernig æðstu embættismenn og þeir sem ættu að hafa vitt á því að þegja, sé að koma hérna upp og endalaust með einhvern hræðslu áráður, þetta er næstu því eins og upplýsinga óræðin í kringum þetta ESB-röfl. Þannig að þú veist, halló, svona ég er talsmaður þessa fólks. Ég vissum að öryrkjar og þetta fólk sem hefur að lepja hér dauðan og skel hefur ekki átt sterkari talsmann á Alþingi nema mig. Nei. Og ég ætla að gera það áfram, ég mun vera þessi talsmaður áfram. Þetta var eitt af stærsta kosningarmálið okkar líka og í stjórnarmyndun og hinnir formenninni tóku bara mjög vel í það. Þetta var ákveðið að ráðast í þetta strax en þetta tekur ekki gildi fyrir 1. janúar 2027. Það verður að taka tillit til hvernig árferðið er. Nú við miðum náttúrulega við frá júní 2025. Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvað fólki okkar fær. Ég meina, pólitískt er þetta vel gert af þér að ná þessu í gegn. Pólitískt, þetta er bara mennska. Já, mennskan. Þetta er bara mennska. Mennskan, já. Ég meina, af hverju að vera alltaf að traðka á minnimáttar? Ég næði ekki. En aftur að þessu, sko, þegar þið komið úr páskafrí og svona, hefur þetta eitthvað með það kom mér á óvart. Að Guðmundur Ingi... Ef ég segir eins og að Guðmi skildi segja bless. Já, var hann ekki, fekk hann ekki öll þau störf og verkefni sem að hann hafði áður sinnt sem varaformaður þegar hann kom tilbaka var búið að taka eitthvað á honum einhverja skildur eða er ósættur Gummi var náttúrulega ráðherra og þá náttúrulega skipaði nýr þingflokksformaður og Ragnar var náttúrulega þegar Gummi var ráðherra þá var náttúrulega Raggi þar, Ragnar Þór og síðan Ásthildur Lóa sem hafði líka verið ráðherra eins og veist og átti bara mjög erfitt líka, Ásta átti mjög erfitt eins og allir vita þetta var verulega ómaklegt hvernig var vegið að henni, bara eiginlega bara óþöralegt sko, ef ég að segja alveg svo minni mig svolítið á einn ungan svo ég vaði nú úr einu í annað, einn ungan mann þú þekkir þetta Frosti, hvernig þessi slaufunamenning og hvernig þessi dómstóll götunar og þessi viðbjóður getur farið með fólk sjáðu Ingo Veðugvuð, okkar yndislega flotta mann og tónlistamann og bara í rauninni, hann er fjársjóður þessi maður hvernig er verið að haga sér gagvart honum, jafnvel þegar hann er bara með góðgerða tónleika og annars slíkt, ég kann ekki við svona, mér leiðist svona samfélag, mér leiðist svona illgjarnt fólk sem situr við tölvuna bara til þess að níða skóin af öðrum. Alveg rétt sko, ég meina eins og það er nú gott og fallegt að búa í Íslandi að þá er þetta samt einhver þjóðarskömm hvernig við
nýðumst á ekki bara minnumáttar heldur þegar að sko fólk liggur í valnum, þegar að sparka í liggjandi menn. Já, það er nákvæmlega. Það er bara einhver þjóðar skömm sem að við þurfum að hrista á okkur. Og ég er að lesa að jafnvel sko þegar verða að koma fram og segja var maðurinn dæmdu til dæmis, var einhver dæmdu fyrir eitthvað? Nei, af hverju þá verið að láta eins og hann sé sekur eitthvað? Það veit, þetta er einhver svona brenglun og klikkun sem að... Ég meina, við erum í löggjöf og við erum að tala það að við þá Brussel sjáum öll að löggjöf, við þá Brussel, við bara alla reglur hér fara bara þangað og bla bla bla, allt það skiluru. Við erum með löggjöf og til dæmis í almennum hegningalögum, fyrstu grein, það er sko, enginn er sekur. Það eru allir saklausir, sekt hefur verið sönnuð á viðkomandi, fyrir óvilhöllum dómstólum. Það er ekki verið að biðja dómstól götuna, við erum ekki hérna sturlunga öld, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn og þú veist ég skilu hvað ég er við vonandi erum við eitthvað að læra af þessu en svo, ég get ekki séð það svo gleymum við þessu svo fljótt aftur og það fennir yfir og við erum aftur komin í sama gýrin, þetta er svolítið sagan endalausa en þú heldur það að sko, heldur að sé möguleiki að Guðmundur Ingi komið aftur? Heldur að sé þetta ná sátt? Ég veit ekkert hann bara styður okkur og öll okkar góðu mál og þetta var bara hans ákvörðu núna eftir páska og ég bara mjög sorgmætt yfir því, ég veist alveg svo ég sakna Gumma og hann hefur, ég hef alltaf getað treyst honum og hann hefur verið alveg minn vængmaður sko, alveg hægri helmingurinn að mér allan tíman. En hefur engar ágjör af því að sko það gæti alveg, sko það er möguleiki núna, segjum til dæmis eftir 29. ágúst og þjóðin hefur hafnað því að fara í frekari viðræður í ESB og það er einhver svona deilumál í gangi innan ríkisstjórnarinnar, þá gætu þær stöllur séð sér leik á borði og ef að Guðmundi Inga er boðið í Framsóknarflokkinn til dæmis, að þá getur við bara hent flokki fólksins út og tekið Framsóknarflokkinn inn með Guðmundi Inga og þá erum við 32 manna meiri hluta. Þannig að þær eru með svona stöðu núna gagnvart þér. Á ég segja svolítið að við erum það nánar í þessari ríkisstjórn og gengur það vel að það myndi aldrei kvartla að neinum, nei. Þú manst eftir fyrir utan það að Guðmundur Ingi er heill í gegn. Þetta er einhver besta manneska sem ég nokkuð tíma kynst. Hann er bara alveg einstaklega, hann er með risastórt hjarta og Gummi myndi aldrei nokkuð tíma. Nei, ég man eftir, maður hefur náttúrulega séð svona hnífasett í bakinu á fólki, sko, alls konar stjórnarmyndanir í ríki og borg í gegnum tíðina. Ég hef bara séð spjótsoddana standa út úr mér allan tíman síðan ég kom á þing. Já. Hvort sem ég var í stjórnarandstöðu eða ekki. Hann hádegismóri vinuinn þarna hefur nú oft sko verið verulega óvægin. Og ég hef nú boðist oft til þess núna þegar ég er á stórum fundum og það er verið að tala, það er svo erfitt að ná sambandi og það er nú svona, ég segi, ekkert mál, ég skal hringja fyrir ykkur. Komið með þetta, ég skal hringja. Eftir ég hringdi sælla minninga, eitt símtal sem var nú svo frægt að ég fekk að slá í gegn í áramótaskaupinu. Maður er nú ekkert merkilegur pólitíku sem maður fæ nú ekki aðeins að leika í skaupinu. Nei, það er utan að my clone baby, hann er betur en ég. Já, hann er heldur góð Inga Sæland. Sko. En já, það var... Þú veist, ég er að segja... það er með hreinum ólíkindum að fer kannski í viðtal og viðtalinu eru gerð þannig skil að þú kannast næstu ekki við. Það er reynd að tína út úr því sem þú ert að segja, takar það á samhengi til þess að koma eitthvað clickbait. Já, ég þekki þetta. Á þinn kostnað, skiluru. Þannig að þú lítur út eins og búðingur í lokdags. Þannig að ég segi bara, ef að ég upplifi það, þá bara einfallega forðast ég svoleiðis fjölmiðlun. Þá bara segi nei takk, en takk samt. Já, og ég er bara komið þangað, ég er að kortleggja hvernig það komið fram við mig, það er allt í lagi að koma sko lágmarkskurteisi, ég er ekki að biðja eitthvað svona sko, en lágmarkskurteisi og sína lágmarksvirðingu, bæði spyrill sem og viðmælandi, það er náttúrulega, það er ekki tilmikils mælst. Segir þú líka nei takk þegar Stefán Einar Stefánsson býður þér í spjall í spurningu? Já, hann er búin að margbjóða mér í spjall. Já, og þú er ekki áhuga á því? Nei. Þannig að þú kallar þá hádegismóra þarna frá og ég skil. En þeir hafa samt verið betri við okkur núna upp á síðkasti. Það er að koma sveitarstjórnarkosningar. Já, en það er svona erfitt samt þegar það er svona stigð á milli stjórnmálamanna og stórra fjölmiðla. Sko það væri engin stigð ef það væri ekki þjóðmál og alls konar það sem er verið að rakka þig og ræja þig niður af ósvífni. Ég er að tala sóðakjaft og ósvífni. Þú veist, þú hefur engan áhuga að sitja mútið einhverjum sem er ósvífin í orðsinsfylstu merkingu. Nei, ég skil það.
þannig að, og það þekkja það allir og það veit það öll þjóðin hvernig þar hefur verið komið fram og það bara ekki boði. Ég hef kunnað rosalega vel við Stefán Einar, hann hefur verið svona skemmtilegu kamerat og rosa gaman að koma til hans og mér finnst þér allir skemmtilegir hljóðmálastrákarnir og þeir eru mikið að grínast, ég veit það en þeir... Já, ég meina hann baði mig að koma og hann sagði, getur ekki komið og tekið lægi fyrir okkur. Það var í Hvalasafninu við 200 manns þar og flottu bara, hvað það, árshátíð eða árshátíð þjóðmála, eitthvað slíkt. Eitthvað slíkt, já. Og ég var svona leinigestur og þrammaði inn með Simpliðu best og svona og það var... Og eftir að tekið þá var glæsileg framistæða. En hvað það, sjá til, ég alltaf viljug til verksins, ég viljug að koma í viðtöl, ég einlæg, ég ekkert að reyna að fela mig, ég ekki að reyna að sigla undir einhverju öðru, ég get alveg farið í gýrin, ég get alveg farið í galla, þar sem að enginn myndi þekkja mig fyrir að vera þessi óbóðslega ráðvandi, frábæri ráðherra sem segir aldrei neitt nema sem passandi og enginn nennir að hlusta á vegna þess að það ekki einu sinni á íslensku, ég get alveg farið þangað. En þú ert sem betur fyrir ekki svo manneskja? Nei, ég það ekki, sko. Ég ætla aldrei að verða hún. Nei, það gott. Þannig að Það gott. En segðu mér sko, já, þú varst náttúrulega félags- og húsnæðismálaráðherra og við vorum tölum það náðan með ástandi á húsnæðismarkaðinu með náttúrulega eiginlega í raun skelfilegt. Það sko, sumum stjórnmálamönnum hefur gegnum tíðina tekist að koma með einhverjum svona sérlausnir, þú veist, ég geti nefnt, þú veist, bara leiðréttingu Sigmundar Davíðs og svona já, sem gekk tilbaka á 1 ári og 2 mánuði. Já, ég held að hann verið almenn ánægði með það og og það, sko, að geta hugsað út fyrir boxið, menna, það ekki eitthvað sem við erum að nálgast þessi vandræði okkar með að koma einhverja svona bara sértækara lausnir sem að leysa þennan vanda, hvað hugsa þú? Við erum komið í gegnum þingið og núna Ragnar Þór einmitt að klára að hækka í svo kallan, hvað er þetta, framkvæmdasjóður, hvað er hann? Stoppframlög. Já, fyrir fyrstu kaupendur, eða? Já, stoppframlög eru fyrir óhagnaðardrifnu leigufélögin og þá, sko, það eru, við vorum bæta féð þar inn, en hlutdeildarlánin eru náttúrulega komin í gegn og gjörbreytti landslæginu, þannig að hlutdeildarlánin voru hugsuða fyrir ríkisstjórn einmitt til að bregðast við og koma með meiri svona félagsleg úrræði og annað slíkt, en það bara fyrir miður, það gekk ekki nógu vel, þannig að það var í rauninni ekki hægt að sækja í þennan hlutdeildarlánasjóð nema hipsum haps, það vantaði fjármuni inn í sjóðinn og þannig að verktakar vildu síður ráðast í uppbyggingar og semjum að byggja inn í þetta kerfi vegna þess að þeir vissi ekki í rauninni hvort þeir bara losnuðu íbúðurnar og hvernig það yrði í lókdags. Við erum búin að ná að snúa þessu við og bættum mjög miklu við inn í hlutdeildarlánasjóðinn og nú úthlutað úr honum mánaðarlega bara í gegnum HMS fyrir fyrstu kaupendur og efnaminna fólk. Og fyrstu kaupendur eru þeir sem að hafa ekki átt íbúð síðustu 5 ári. Þannig að þó þessi orðnir eldri, sko. Þetta allt svona lausnir sem að snúa því einhvern veginn að fólk eignastur nú eru minna í eignunum og einhver á þetta með þeim þannig séð. Nei. Sko, þú átt á því að hlutdeildarlánin eru ekki eins og það sem að verktakarnir eru að auglýsa núna, þar sem þeir alltaf eiga með þeir 25% og þú ert að borga rók leigu fyrir það, sko. Já, þetta ekki þannig. Þeir eru að reyna að setja það í búning hlutdeildarlána sem eins, sko, það er ekki tengt í einu sinni. Vegna þess að hlutdeildarlán einfallega þannig að ríkið ætlar að taka á sig, þú þarft ekki að fara í greiðslumat ef þú ert fyrsti kaupandi, þá þarft ekki að fara í greiðslumat nema fyrir 70% andvirði íbúðarinnar. Ríkið tekur á sig þessi 30%. Þú þarft ekki að borga krónu í afborgun af þessum 30%, enga vexti, ekki neitt. En ríkið á þessi 30% og ef að íbúðin þín lækkar á þeim tíma sem þú vilt eigana, þá náttúrulega tapar ríkið sem þín nemur, en ef að íbúðin þín hækkar, þá hagnasríki sem því nemur, því það á með þér þessa hliðaranga sem er 30%. Miklu sanngjarnara heldur en það sem að verktakarnir eru að bjóða. Það ekki þetta líka þessu saman vegna þess að þar eru þeir hreinlega, ég held að það ekki 8 eða 9 ár fyrir þannan verktakar hreinlega eignast íbúðina þína. Eignast íbúðina þeim sem eru núna að bjóða þessi úrræði til að losna við þessar íbúði sem að eru erfitt að þurfa náttúrulega. Ég heyrði einhvers staðar, sko, að það væri þannig í Hollandi að
að ef við tökum bara svona eitthvað búin til eitthvað dæmi að þú ert með 500.000 krónur í laun og þú ert að borga af íbúð 150.000 krónur, að þá ertu bara að greiða skatt af 350.000 krónar launum. Og það svona, þannig kemur ríkið til móts við þá sem að... Þú greiðir ekki skatt af því sem hún leggur inn í fasteign, inn í heimilið þitt, inn í íbúðina þína. Já. Þetta er svona kannski í takti við það sem ég er alltaf að segja, hverju tökum við ekki húsnæðisliðin út úr vísitölunni þannig við séum ekki alltaf að tengja hana inn í verðbólguna. Sérstaklega þegar náttúrulega húsnæði var alltaf að hækka, þá náttúrulega hafði þetta miklu meira vægi inn í verðbólguna. Náttúrulega núna er bara frost, þeim að taka búa til bara alkul í allar áttir. Og Þannig í bili, svo ríkur það upp aftur þegar það koma einhverjar innspýtingar, fyrir alltaf þannig íbúðaverð hækkar. Já sko, ástæðan fyrir því að við fórum til dæmis í 15 mánuði í þetta borgarstjórnarsamstarf sem að ég hefði ekki gert vegna þess að ég og við í Flokki fólksins höfum verið mótfallin og á algjörlega og öndverðum eyði við nánast allt það sem að samfylkingin hefur framkvæmt hér í borginni. Þrengingar og endalausar þrengingar og þessar árásir og engabílinn og eyðileggja bílastæði og þú veist, við erum ekki þar. En þá fengum við hins vegar, ef að við förum með ykkur, þá voru það þarna 5-6 atrið sem voru bara grundvallar atrið, það voru örfáum mánuður og hvað er þetta að gera á örfáum mánuðum. Það í fyrsta lagi að ráðist í það að brjóta land upp í Úlfarsárdal, þar sem er verið að skipuleggja byggð upp á 10.000 íbúðir og nú þegar bara er komið innviðafélag, þar sem á að fara að byggja 3.800 fyrir 4.000 íbúðir sem fyrsta áfanga í því. Nú í Keldnalandinu sagði ég að það verður aldrei minn en 1 bílastæði á íbúð, takk, ekki 0,4 eða 6 eða hvað sem þetta var, ég vissi aldrei hvort þetta vera aftur hlutina bílum eða framhlutina bílum sem átt að komast þarna við íbúðinaðina eða hvort þetta kljúan eftir endilöngu. Sko, þetta er bara svo galið. Algjörlega. Og síðan var það í sambandi við ég hef viljað fá umferðarstýrð ljós, algjörlega. Þannig að og svo var það náttúrulega flugvöllurinn. Það verið að loka öryggisbrautinni, það verið að loka neyðabrautinu og annars líkt af því að þau vildi ekki fella tré í hvað heitir það? Upp á Öskjuhlíðinni. Og þetta höfum við fengið þó í gegn, við höfum fengið margt í gegn, það er alveg þannig og núna skils mér að loksins ég hjólísa fólki okkar, þau sem er að búa þarna á, ég setti það Frosti, ég fór þarna í vetur og heimsótti þau, ég tók nú meira sem myndaði og var næst ég búin að setja á Facebook, vegna sem það var svo fram að mig gengið, það verið að bjóða þessu fólki aðbúnað og aðstæður sem að sko nautgripir myndu ekki vera settir þarna. Þau eru á mjög vondu staði, einhver risastór steipu síló þarna. Og okkur er þessu fólki svona illa komið? Hvað verður til þessu? Þau voru í Laugardalnum, þau mátti ekki vera þar. En það sagði Einar Þorsteinsson mér það að hann vildi bara ekki sjá neina svona byggð hér. En eiga einhverjir Reykvíkingar að þurfa að búa í hjólhýsum? Nei, en sko þetta er val. Vegna þess að félagsbústaðarnast er það búið að bjóða mörgum, þú veist, litla íbúð eitthvað slíkt. En þetta er val. Og fólk sem er, eins og þú segir, vísitölu tengingi við launin, hverjir heldur þú að sé að fá hana? Það er þetta fólk. Það fátakasta fólki okkar. Á sama tíma á einhverju þurfa að búa svona. Já, á meðan við höldum fólki í ramgerðir í fátækt, þá náttúrulega, þá er ekki von á góðu. Og þetta búsetuform, það eiga bara að hafa val og nú er komin lóð, skils mér, en í Gufunessinu eða einhver staðar, þar sem þau eiga að fá frábæra aðstöðu. Og fyrir hjólhýsin. Já, og þar sem að álíka vera þvotta aðstæði, geta farið í sturtu, verið með þvottavél og bara grillað eitthvað eins og var nýri Laugardal. Aðstæða í Laugardal sem er fyrir ferðamenn. Já, getum við ekki búið til sambærilega aðstæður hérna fyrir Íslendinga þegar þau vilja búa svona? Ég segi jú. Þannig að þú veist, það er þessi þáttur, mannlegi þáttur, ég legg líka gífurlega áherslu núna í borginni, Flokkur fólksins, gífurlega áherslu á meiri þjónustu við eldra fólk. En það er eitt mál sem að mér langaði til að ræða við þig sem að er eiginlega málana í allri Evrópu og ekki síst hér á Íslandi. Ég meina að það er sko raun og veru fólksfækkun á innfæddum Evrópubúum og mikil fólksfjölgun af innflytjendum og það er borgir að breytast, það er alveg óumdeilt, þetta er bara þetta er ekki sömu borgirnar og voru hér áður. Ísland er ekki eins illa statt eins og margar stóra borgir í Evrópu en það
fólk hefur áhyggjur af sko menningarmun og það séu það bara ástæða til. Já, það ástæða til og ég meina mér dettur í hug bara núna frétt sem að RÚV að segja í þessari viku að þar eru 3 menn af arabískum uppruna handteknir með 13-14 ára stúlkur í bílnum íslenskar sem að vera að rannsaka hvort það voru að byrla áfengi og eitthvað svoleiðis. Þannig að lögreglan taldi ástæðu til þess að stöða förhestaramanna og handtaka og stoppa þetta. Þetta minnir... Þá bara snúaðum við úr landi, það bara ég, og stefna þessara ríkisstjórnar í að taka á þessum málum og að taka vald á landamærunum okkar. Það náttúrulega að sjálfu sér að gerast að við erum að fá miklu færri, 4-5 sinnum færri umsóknir alþjóðlega vernd heldur en við þekktum hérna fyrir 2 árum síðan þegar þetta var sem mest. Það var náttúrulega öfga ástand þá en það samt margar umsóknir ennþá. Það kerfið býður upp á það að einhver 5-6 miljardar mann sem búa við sárafátækt, þeir geta tæknilega komið hingað og óska eftir hæli og sagt mér sér bara, herra, ég vil fá hæli og ég vil ekki nóg með það, heldur ég vil fá leikskólapláss fyrir barnið mitt í næstu viku því að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á það og ég vil fá þetta núna. Halló, þú ert nú alveg gjössalega í stuði sko. Það náttúrulega segir sig alveg sjálft að börn þeirra sem sækja þau ekki tekið fram fyrir börnið þitt sko. Það verið að fara fram á það og benda á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í því sambandi. Okkar börn eiga líka rétt á því að fá alla vernd frá barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það liggur alveg fyrir, þannig að þetta nú svona eitthvað sem að, þú veist, næstu því eins og regnbogafánóttin Snorra sko. Ég bara, þú veist, halló. En kerfið þannig. Þetta næstu því þannig. En við erum að taka á þessu mjög mikið og það rosa athyglisvert að sjá það. Að loksins þegar kemur ríkisstjórn sem raunverulega að taka á þessum málum. Við erum að fara að senda burtu erlenda glæpamenn, við erum að snúa við erum núna að breyta þetta mál sem að Sigmundur Davíð náttúrulega, hann alveg einstaklega lægin við það að búa til eitthvað svona I save moment, kljúa þjóðana í einhverju og búa til eitthvað sem ekki þar, eins og til dæmis þetta frumvarp hjá henni Þorbjörgu, Sigríði, sem eingöngu til að stíga. Það í allsstaðar í Evrópu núna, þessar sameiginlegu reglur eru grjótharðar. Danmörk, Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Grikkland, Spán, allir að taka á, og þá vill Sigmundur Davíð alls ekki að við séum að hoppa þann vagn. Nei, af hverju ekki? Af hverju var það ekki? Af hverju ættum við ekki að vera með sameiginlegar reglur þannig að við fáum í raunni, sérstaklega eins og þegar þeir segja, þeir eru búin að taka til sko hlutfallslega við miklu fleiri með að við ykkar höfðatölu. Heldurum bara nokkur önnu þjóð hérna í Evrópu. Við erum búin að taka við hlutfallslega miklu fleiri. Hvað þá váin í rauninni? Hvað váin við það að geta fengið núna sameiginlegan aðgang sem öllum þessum skönnum sem við erum að koma upp hérna í Keflavík og á að nýta núna inn á þessu sameiginlega svæði núna í sumar að átt að vera búið fyrr. Þetta búið að standa þarna upp á Keflavíkurvelli mjög lengi. Draugskannar og alls konar og við erum að fara þangað. Já, ég sé líka alveg að við snúum þeim við. Já, ég sé líka alveg að þetta Open Borders lið og hvað þetta heitir alls saman, svona mjög róttækir vinstrimenn eru brjálaðir út í OPU og Viðreisn og fyrir þetta algjörlega og það þannig að ég er ekki að segja að þessu ekki gera neitt rétt í þessu en rétt, við erum að taka til og í fangelsum og öðru slíku, það er 3/4 af föngum og þeim sem gæsluvarðhald og annars slíkt fólk að erlendum uppruna eða hælisleitendur eða bara fólk sem á engin tengsl við landið og þegar út að nefna til dæmis eins og ég hef ekki heyrt hvaðan þessir menn voru, þú ert að segja mér það núna sem að voru með þessar úlingsstúlkur með sér í bílnum og í rauninni beittu þær það taldróðu þær og löguði að þeir væru 17 eða eitthvað slíkt og svo voru þetta bara einhverju kallar 30 ára eða 40 aldri. Ég finnst náttúrulega engin vera kall þarna á þessum aldri. Nei, það ekki reyndar en ég meina þeir eru annað en 17 ára. Já, en þú hlýtur á að heyrt og þetta ég hef ekki heyrt þjóðerni. Nei, en ég er að segja að þetta minnir á og það hrollvekjandi svona hugrenningatengslin sem að fær við það sem að Bretar hafa verið að klást við og reyndar sópaði undir teppi lengst af, það sem kallað grooming Pakistan nauðgaragengin sem að hafa herjað á breskar stúlkur núna í 20-30 ár og þessu var sópað undir teppi að það vildi enginn vera kallaður rasisti en staðreyndin var samt svo að þetta var hlutfallslega að gerast í miklu meiri, margfalt meiri mæli í þessum hópi og fólk leyfi sér
valla að benda á að sko þetta hafi eitthvað með menningar mun að gera. Og þú veist náttúrulega alveg út af hverju það er. Það er bara, sko, þú sér nú bara hasaninn þegar við förum og borðum eina pizzu úr hérna Krónunni. Þá sérðu nú bara múæsingin sem verður út af því, sem er náttúrulega bara eitthvað mjög sérstakt, sko. Þannig ég held að sé bara, það er bara þöggunar tilburðir hjá yfirvöldum til þess að koma í veg fyrir svona æsing, þú veist, svona rosalegan háað vegna þess að þjóðin okkar, samfélagið okkar er orðið þreytt á þessu. Já, en það er ekki gott. Við erum búin að setja 20 milljarða og milljarða ofan í þennan málaflokk og svo núna erum við að heyra það nýjasta, það er hvernig þeir fara svo með húsnæði sem að við erum að útvega og aðstóða þetta fólk við að koma í og ég segi náttúrulega ef að ég réði þá væri það bara strax ljóst að þau fengi enga greiðslur, það er dregið að greiðslum tryggingastofnunar eða vinnumálastofnunar eða þú verið að skemma það sem að við erum að hérna rétta í fangið þitt en flest af þessu fólki sem að vara að skemma á annars því það er farið. Þetta er fólki sem er alveg sama, þetta er fólki sem er að bíða og við látum fólki bíða allt og lengi. Við erum ekki með nógu mikla skilvirkni í kerfinu en það er að breytast rosalega hratt núna og mikið. Það verður að setja auki fé, það verður að vera meiri samræming og það er virkilega. Það er ekki verið að bíða í 18 mánuði núna. En það er merkilegt sko því að þessi umræða hefur verið í gangi hérna á Íslandi núna í nokkur ár og lengst af að þá hérna náði þetta ekki stjórnvalda og þá mátti ekki sko tala með þeim hætti að það er einhvern veginn að setja eitthvað loka á eða stoppa. Já, þú veist að ég náttúrulega hef bara gjörsamlega verið þar með spjótin í gegnum mig. Þú náttúrulega veist það. Og þetta er sko merkilegt hvernig hérna, þessi umræði hefð á Íslandi hvernig fólk rakkað niður fyrir að segja hugsin hérna, svona mál sem umdeilt. Það er bara ekkert skoðanafrelsi. Ef þú ert með þína skoðun og setur hana fram, þá verður eiginlega að reyna aðlagana að háværa minnihlutanum eða einhverjum sem að annars myndi bara gera það lífi leitt. En hvernig á þetta hælisleitendakerfi að líta út í þínum huga? Ég meina, hvernig eigum við að vera með það opið að fólk geti komið hér bara og klukka borðið nýr útlendingastofnun og sagt, herru, ég ætla að sækja hæli og þannig að ég fæ núna húsnæði og framfærslu þangað til að þið ákveðið ykkur og þetta er bara galið. Nei, ég hef nú alltaf sagt það að við erum að afgreiða svona bara fljótt og vel, helst innan við viku. Það er náttúrulega að rýmkast mjög mikið til núna, það var skortur á húsnæði og þetta var allt eins og alþjóð veit, það var mjög mikið vandi. En er það eitthvað galin hugmynd að segja bara, við bjóðum ekki upp á svona kerfi, fólk getur ekkert sótt við getum farið út í flóttamannabúðir og tekið kvótaflóttamenn hérna flóttamenn eins og við gerðum árum áður og okkur getum við ekki haft það bara þannig. Ég held að þetta sé nú bara sameiginlega reglur er það ekki, ég held við þurfum að ef að fólk kemst hingað þá náttúrulega getur það sótt alþjóðlega verð. Það er bara þannig. Ég held að það ætti ekki að vera þannig. Ég held að við ættum að semja okkar eigin reglur hvað það varar. Og þess vegna, ef það eru sáttmálar eða samningar sem við erum með gagnvart einhverjum alþjóðastofnunum og þá bara að skoða að taka upp þá samninga og segja sig úr þeim ef því að skipta. Já, það er sjónami. Það er sjónami. En ég meina, við erum líka með eins og til dæmis upp á Bifröst, þar eru bara fullt af börnum. Þú veist, þetta er ekki einu sinni boðlegt að vera einangraða þar og þú veist, erfitt að komast í skóla, erfitt að komast og tengjast og við erum alltaf að tala að hjálpa unga fólkinu sem er búið að fá vernd og býr hér. Að hjálpa þeim að læra íslensku og annað slíkt og þá hvet ég bara alla og segi, okkur er svo í lóalagið, taka utan þessa krakka, hjálpast við að koma þeim í tómstundir, koma þeim í íþróttir með íslenskum krökkum, þá læraðu íslensku svona, sko. Þau eru ótrúlega fljót að læra tungumáli en við höfum verið með allt niður okkur til þessa dags, við erum að taka mjög utan málaflokkin og ég er mjög stolt af því hvað við erum að vinna skilvirklega og Þorbjörg Sigríður er að koma með hvert frumvarp á fætur öðru og var nú ekki svolítið sérstætt fyrir jólin. Þegar að frumvarpennar Þorbjörga kom inn í september inn í allsherjar- og menntamálanefnd, hún mælti fyrir því og kom í allsherjar- og menntamálanefnd það að koma erlendum síbrótamönnum og stórglæpamönnum að landi brott að það skildi vera Sigmundur Davíð og Guðrún Hafsteinsdóttir og stjórnarandstaðan sem kom í veg fyrir það að þetta yrði lögum fyrir jól fyrir síðustu jól vegna þess að þau sögðu þetta kom bara sér seint inn en þetta var búið að koma aftur nei, hann vantaði ekkert upp á nei, þetta kom inn líka vorið sko nei, hann vantaði ekkert upp á
þér illa við Sigmund Davíð? En mér illa við það? Já. Nei, mér er ekki illa við Sigmund. Nei. En þér finnst hann vera mikið að skemma fyrir? Nei, hann er bara helvits populisti. Er hann helvits populisti? Er hann ekki bara... Nei, hann er bara flottur í því sem hann er að gera. Hann virkar bara þar sem hann er. Sem er bara virkar mjög vel í stjórnarandsstöðu. Hann er þar. Hann bara vinna sína vinnu þar. Þannig er það. Hann var nú líka frábær. Ég var líka helvits populisti þegar ég var í stjórnarandsstöðu. Við erum bara, þú veist, það er okkar hlutverk. Það er aðhald með stjórninni og halda stjórninni á tánum. Þannig er það, sko. Já. Þannig að ég bara ber virðingu fyrir honum hvað hann er duglegur með það til að gera, já. Við erum mjög sammálaðið Mark, sko, þú er átt á því. Já, ég held það nefnilega og minna margt sem þú ert búin að segja hér en hann sammálaðið held ég. Við erum mjög sammálaðið, já. Sko, nú ertu mennta- og barnamálaráðherra og þú hefur náð að strjúka öfugt svolítið kennarafórustunni á þessum nokkru mánuðum sem þú er búin að vera í þessu embætti. Já, ekki 100 árum eins og ég sagðist vera 100 ára í embætti, sagði ég þingir ykkur daginn. Já. En það er nú reynda neðaþrjóta, það er nú bara 100 dagar en allt í lagi. Já, en hvað telurðu þú veist, minna að það er ljóst af öllum þeim upplýsingum sem fengið úr þessu kerfi að eins og þú talaði minna árangurinn, hann er engin, kostnaðurinn er allt og mikill, svo eru kennarinnir. Ég held að sé það bil heimsmet. Hann er það bil heimsmet og það er námsdagarnir eru færri og veturinn styttri og minna þú veist hvernig í ósköpunum hefur kerfið okkar orðið svona slaft fyrir alla þessa peninga? Ég veit það ekki, sko. Það er sko, Kennarasamband Íslands er kjarabaráttuhópur kennara. Kennarasamband Íslands er verkalýðshreyfing kennara. Eins og Efling, Vaffer. Og þeir hafa í rauninni verið mjög sterkir inn í sko allri aðferðafræði sem lítur að skólakerfinu og menntamálunum og öðru slíku, sko. Þannig að ég var ekkert að strjúka öfugt hvað það varðar vegna þess að ég er búin að fá miklu fleiri jákvæðar undirtektur heldur en eins og þú segir, það fórustan, hún er eitt og svo kennarasamfélagið er svolítið mikið annað. Það er það kom þarna eitthvað, ég held að það verið köttur sem stökkaði niður. Nei, ég veit ekki það hrundi eitthvað niður. Nei. En hvað telur þú vera stærsta vandamálið við menntakerfið okkar eins og það er í dag? Það er þessar áskoranir sem að þú ert að nefna. Við erum að taka á móti alveg óbúslega mikið af erlendu börnum. Og við erum ekki að gefa þeim tækifæri á því að vera í sér stofu eða taka á móti þeim með íslensku deild sem bara engungu er að inngilda þau og aðstofa þau við að ná valdi á tungumálinu áður en að fara inn í bekk. Það er náttúrulega þetta konsept, sko, þetta skóli án aðgreiningar sem er allt umleikjandi og það megi ekki hólfa neitt niður og svona. Þetta er nú búið að fara illa í marga, ég er einmitt þar, ég er að taka á því og segi, sko, það þarf ekki að vera með þetta hugtak því við erum ekki að fara að aðgreina neitt. Það er ekki eins og skólinn verði án aðgreiningar þegar barnið er í næstu stofu vegna þess að við erum alltaf að mæta barninu það sem það er. Þetta verður bara skóli fyrir alla. Þetta verður bara skóli fyrir alla. Við erum að mæta þeim það sem þau eru og ég segi bara fyrir mína parta það eru kennarar sem eru bara að bugast, sko, að sligast. Og þú sér það afburðanemandi sem kemur fljúgandi læsin í 6 ára bekk og hún hefur kannski ekkit farið fram í 3 ár vegna þess að það er ekki tími til þess að kenna þessu barni. Það er komið langt á undan þeim sem að eiga erfiðara inn í bekknum. Þannig að það þarf að eyða allri orkunni þangað meira af því að við erum líka að spara aurun og fleia krónur þegar kemur að því að þessir kennarar fái en þá frekari aðstóð inn í bekkin til þess að aðstóða við námið, sko. Þannig að það er... En hvað er það sem veldur því að, sko, þú ert að mæla fyrir því að við tökum aftur upp bara mjög gott og gilt svona tölu einkunnakerfi sem að virkaði alla mína tíð í skóla og núna hafa verið með bókstafið að jafnvel liti og svona og þegar þú tala fyrir þessu þá verður allt vitlaust hjá kennarafórustunni. Hvað er ég ekki að skilja þarna? Er ekki sjálfsagt mál að nota bara þetta? Hvaða skýringar hefur þú fengið á þessari hörðu mótstöðu sem þú færið? Ég held að þetta sé meira svona að því ég er að sjá það að við skulum gefa okkur það eru 2 nemendur. Þessi bókstafa einhvern er engungu skilyrt inn í aðalnámskrá við útskrift í 10. bekk. Við skulum átta okkur því hitt er bara val. Þau ráða hvort þau eru að gefa bókstafi og gera það, sko. En það er engungu skilyrði að gefa bókstafi í útskrift í 10. bekk og það er það sem ég er að segja ég er að fara að breyta.
en við skulum gefa okkur það að tveir nemendur í 10. bekk, annar þeirra mjög duglegur og leggur mikið á sig og hann myndi fá í einhvern, við skulum segja 8,2 og svo annar sem að kannski mætir ekki vel og hann bara alls ekkert að sinna náminu og hann myndi fá 4 ef hann fengi tölustafi en þessir fá báðir B. Það sanngjarnt? Það eðlilega? Fyrir utan það að það stærsti hluti samfélagsins sem að biðja þetta algjörlega ógagnsætt, foreldrarnir vita ekkert hvað barnið að stendur umverulega þegar það fær B. Það á svo stórum skalla og svo rúmur skalli, fyrir utan það að ég hef líka klukkað og það heldur ekki vinsælt og ég bara fylgi því líka eftir. Börnin eiga þessi próf. Einstaklingurinn sem tekur prófið á skilyrðislaust að fá að fara með prófið heim. Þannig að foreldri heima geti séð hvað barnið stendur. Já. Hvar það sem að Jói minn ekki nógu góður í starffræðinu og af hverju fær hann 7,3? Hvar vantar þessa 2,7? Herðu, já, hann ekki góður í þáttun og liðun í algebrunni eða herðu, jöfnurnar eitthvað að vefjast fyrir honum eða eitthvað slíkt. Eru kennararnir á móti þessu líka? Herðu, já, það virðist vera svo. Flestir eru mjög á móti því og þetta náttúrulega aukin vinna, búið alltaf til ný próf, en það bara svoleiðis. En þetta ekki það sem að hefur verið að hrjá þjóðfélagið á mörgum sviðum og það þessi, ég leiði mér að segja þetta leiðilega orð, þessi woke hugmyndafræði sem að hefur sýkt allt saman og þarna eins og þú segir þarna með einhverjuna þessum að einhverjum með 4,1. Það eiga allir að fara niður, það ekki verið að normalisera alla niður á miðjun og það hreinlega draga alla niður, bara niður. Í nafni jöfnuðar og réttlætis. Já. Þannig að þá fær engin noti réttlætis og sammælis og að njóta sín, það bara fær þá engin. Það ekki alveg ljóst að þetta að miklu leyti rót vandans að þetta svona kennarafræðin og eins og allt annað, öll hugvísindafræði upp í háskóla hafa smitast af þessari hugmyndafræði? Já það mikið frelsi út í skólunum og mjög mörgum skólum hér gengur frábærlega vel. Það sem eru afburðar bara stórkostlegur árangur nemenda og alls ekki við svona ramma reipa draga og alls ekki þar sem eru kannski svona mörg börn í bekk, þar sem eru tölu mörg tungumál og áskorundan svona miklar og jável engin íslenska hjá þessum einstaklingum og svo með margar greiningar líka, kannski eru 16 börn og 26 eru með einhverja greiningar, 10 þeirra tala kannski einhverja önnur tungumál, kennarinn og þó þau væru 2 með 26 börn þar sem eru svona miklar áskorunir inn í bekknum, það bara hræðilegt álag og getur aldrei orðið það getur aldrei orðið viðunandi árangur í svoleiðis aðstæðum, þannig en að stærstum hluta þá gengur mjög vel, þannig að við þurfum ekkert að vera að hafa ágjur af því, þannig að ég segi þegar ég að tala að fækka í bekk til dæmis, að koma með löggjöf það að verði ekki fleiri bekk og þá miða við eitthvað sérstakt, miða við það að séu svona x margar greiningar í bekknum, það verður að gera bekkin þannig að kennaranum og börnunum líði vel í kennslustofunni og ég segi líka ég að fara að leggja meira áherslu á raungreinar eins og að vera að kalla eftir og ég sé fyrir mér 8 ára inn á tilraunastofinu okkar þar sem við vorum í eðlis og efnafræði og allt þetta búa til einhverja sprengju úr einhverju og pompa og hafa gaman, hlakka til að fara í skólan. Já, en það líka ég verð svona ástríðu skóla, það sem er gaman í skólanum. Já, en þá að tala kveikjum með neistan. Ég meina það þar verið að brjóta upp námið og það eru 40 mínútur hver lota og það 10 mínútur pása og það færi út að hreyfa sig og hafa gaman og svona. Og þetta verkefni sem að Hermundur Sigmundsson hefur sett á fót í Vestmannaeyjum og það virkað alveg rosalega vel. Þú talaður þegar þú tókst við sem menntamálaráðherra að þú vildir innleiða þetta. Það ennþá á prjónum? Það alveg á fleygiferð og eitt spretthópur búinn og núna annar að byrja og ég sé fyrir mig til dæmis að lestraraðferðin sem að heilla mig núna, sem ég vildi fá inn í neistan. Það PALS. Ég að sá þessa stórkostlegu fréttanum daginn á RÚV held ég hafi verið þar sem að var heimsóttur minnir það að verið rimaskóli í Gráinum og þarna voru börni sem innritust í 6 ára bekk í haust, þau voru öll farin að lesa
Er það ekki líka mjög svipað á þess að Hermundur hefur að leggja áherslu, þetta palskerfi? Jú, í rauninni, en málega það að einmitt þetta vísindasamfélag, þetta skólasamfélag hefur verið með horn í síðu hans og hans góða hann er nú einn mesti vísindamaður á sviðinu sem að við eigum fyrir utan alla þá snillinga sem að eru búin að vera að byggja þetta kerfi með honum og hann leitar í smiðju meistarana. En hér er það bara verið að berja á því að því það er ekki búið að raungerða nóg, það er ekki komið þetta og hitt og það er ekki vísind á bakvið og eitthvað svona. Hann er með sambarilegt og pals en það er ekki hægt að segja þetta Pals því það er nefnilega, þú veist, þannig einhvern veginn verður maður að koma í þannig fyrir að börnin fá að njóta vama vegna þess að ég segi, það getur verið að kennararnir móðgist við mjög stundum, það er þá allt í lagi, ég elska þá alla og þetta er dýrmætasta stéttin sem við eigum. Það eru kennarar. En hvað segir það okkur kennarastéttina að þegar að maður eins og Hermundur Sigmundsson kemur með sín fræði frá Noregi og Skandinavíu og innleiðir í nokkra bekki og það fær orðu frá norska konung. Já, fær orðu frá norska konung. Þetta svínvirkar, en kennarastéttin á Íslandi, hún bara yftir öxlum og vill ekki sjá þetta og fussar og sveigjar og minna, þú veist, hvaða vísindi lágu að baki byrjendalæsis sem að var innlegt hér út allt í skólum. Hvernig stendur á því að börnunum okkar hefur farið svona aftur? Af hverju eru hátt í 50% drengja útskrifast eftir 10 ár með lélega leskinning? Vita allar hvað þeir eru að lesa. Það byrjendalæsi ekki bara einhver íslensk kona sem bjóð þetta til og... Jú. En ég er að segja allt í lagi að finna eitthvað upp en alltaf innleiða svona án þess að hafa neitt á bakvið. Nei. Það hefur sýnt sig og sannað á þessum tíma síðan að það var tekið í notkun hér að það er ekki að virka. Ég verð að fá að spyrja aðeins út í mál sem að er heitt núna. Þú ert allir sjóðheitur akkurat núna. Það ríkur úr mér hérna. Nei, það er Ég sé það, þú ert bara löðu sveittur hérna. Þetta er náttúrulega lýsingin hérna. En foreldrahús, það stendur til að loka þessu úrræði sem að þúsundir barna reiða sig á og hafa reitt sig á. Þetta er alvarlegt mál að mér skilst. Það lítur út fyrir að þau hafi engin hús að venda, þið hafi skrúað fyrir. Það eru 500 og eitthvað börn á ári, 3000 og eitthvað vitur því að margir koma oftar en einu sinni. Það eru greitt 22.000 krónur með hverju viðtali. Það er gildandi samningu við mitt ráðuneyti til 3. september við foreldrahús. Upp á 12,5 milljónir króna. Og síðan ekki söguna meir? Síðan ekki söguna meir að því leiti til að þau sótt 100 milljónir. Það er svolítið vel í lagt eða ekki? Er ekki svolítið vel í lagt að allt í hérna 8-falda beiðni styrk og fari upp í 100 milljónir. En allt í lagi, látum svo vera, ef að þetta flokkaðist undir þá þjónustu sem að ríkið og við einsettum okkar að taka utanum af sveitafélagunum, svo kallaða 3. stigs þjónustu, erfiðustu, þingstu verkefnin okkar, börnin sem er í mesta vandanum og eru hreinlega komin út á þennan ís sem að foreldrahús er að reyna að koma í veg fyrir. Það er 1. stigs þjónusta, forvarna þjónusta, snemtæk íhlundur, að grípa inn í þegar sýnilegt að barnið á í erfileikum og er greinilega að fara í ranga átt. Snemtæk íhlutun, er það ekki einmitt eitthvað sem að ríkið þetta er algjörlega á höndu sveitafélagana og ríki gerir samning við sveitafélagin að taka við 1. og 2. stigs þjónustu á meðan að við einsettum okkur að taka við langdýrustu og erfiðustu úrræðunum sem að voru líka hjá sveitafélagunum. En þau höfðu mörg hver bara hreinlega ekki ráð á því og börni voru ekki að fá þjónustuna eins og allir vita, voru á biðlista, sendaðu til útlanda og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum búin að einstaklega okkur að taka við þessari þjónustu, sama hvað hún kostar. Þá munum við sinna henni. Erum að opna hér alls konar úrræði akkurat núna og fara að byggja metnaðarfulla, svakalega flott úrræði núna upp í Garðabæ. Er það að segja að koma úrræði í stað foreldrahús? Það ég er talað 3. stigs þjónustuna núna sem að við erum búin að einstaklega okkur að taka í fangi. En eins og oddvitin okkar í Reykjavík skrifar að hann er að hvetja og segja að borgin á að taka við þessari þjónustu. Borgin á sjá það vegna að borgarinn er að vera með börnin þegar þau eru á þessum stað og eru að byrja í 1. eða öðru stigi. Þannig að erfiðustu málin veri hjá okkur, dýrustu málin hjá okkur. En sveitafélögin að sjá sína þegna alveg svo að koma þeim þakki yfir höfuði já. En ef að borgin axlar ekki þessa ábyrgð og hvað viltu segja við foreldra sem óttast að þeir séu að missa foreldrahús? Ég get ekki sagt neitt annað, heldur en bara
Guð bless ykkur, gangi ykkur vel. Það nú þannig. Það bara borgin sem á að taka þetta þínum mati. Já, ég meina ef það eru börnin sem búi í borginni, eða ef það eru börnin sem búi á Akureyri, þá eiga á Akureyri að bæra að sjá það. Sveitafélögin eru 60 eitthvað, 3-4, þau eiga að sjá sitt nær umhverfi, þau eru með algjört frelsi, samkvæmt stjórnarskrá. Stjórnarskrá varið algjört fullveldi yfir sér og sínum málum og þau eiga að sjá þetta, bera ábyrgð á þessu. Og það samningur, gildandi samningur milli sveitafélagana og ríkisins það að þessi tiltekna þjónusta, fyrsta og annars stigs þjónusta sé á höndum sveitafélagana. En við tökum þyngstu og erfiðustu og dýrustu verkefnin til okkar. En mér dættur í huga að spyrja út í afskaplega sorglegt mál sem að við lásum í fréttum fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar að voru alltaf börn, ungmenni sem að leituðu sér meðferðar í Suður Afríku allar leið þínu megin og hnöttin af því að meðferðarúrræðin hér náðu ekki utan vandan og af þessu hlýst svo hræðilegt slys að maður getur alltaf á sér heilum tekið. Það er þessi að fjölskylda sem ætlar að fara í jólin að heimsækja dreng sem í meðferð og þau farast í bílsleysi, amman, dóttirinn og svo pappin dó heima á Íslandi mörgum mánuðum síðar af sárum sínum. Þetta er náttúrulega bara eitthvað að sorglegasta sem að ég á æviminni heyrt og manni finnst svolítið að þetta sé svona, það er leiðilegt að segja, mann finnst þetta að sé afsprengi lélegar þjónustu á Íslandi. Þegar fólk þarf að leita út fyrir landsteinina til þess að bjarga lífi barna sinna. Já, það er náttúrulega algjörlega ósættanlegt þegar sú staða kemur upp og eins og þú segir þá eiginlega getum við alltaf að tala þetta er svo sorglegt Þannig að nú hefur heilbrigðisráðherra það hefur nú þannig staðan var áður en að við tókum við. Það var það svoleiðis að börn undir 18 ára þau voru ekki viðurkennd inn í Sjúkratryggingar Íslands með þetta fíkni vandamál sem sjúkdóminn sem hann og Sjúkratryggingar neituðu að taka þátt í því þegar foreldrar þurftu að fara með börni sín og annað slíkt. Það voru alls konar samskot og fjölskyldunar reyna að taka sér saman til þess að kosta það að bjarga barninu sínu. En núna þá heilbrigðisráðherrann okkar og við erum algjörlega, við settum strax bara þegar við byrjum, settum strax á stað hópa því ég er búin að hrópa, ég og Sigmar Guðmundsson í Viðreisn höfum nútlega síðasta kjörtímabil, alltaf bara verið að hrópa á hjálp fyrir ekki bara börnin okkar, heldur ungmennin okkar, ótíma bara að dauða ungmennana okkar sem er að deyja hér í miklu fleiri heldur en nokkurn órar fyrir miklu fleiri, það kemur ekki nema brotabrot upp á yfirborðið fyrir almenning en þetta er miklu meira heldur en við vildum sjá. Þannig að við erum miklu meira heldur en við sáum að fólki deyja til dæmis í COVID, þá eittu við samt 100 milljarða í átaksverkefni til að glíma við það en þetta er eins ræðilegt eins og það getur orðið og alveg eins og þessi skelving sem að varð líka á Stuðlum þar sem að drengurinn deyr í þessum eldsvoða. Þetta var, þetta er sárar en tárin tæki og nú er verið að taka til dæmis þessa álmu alveg í gegn með hraða. Það er búið að liggja í láginu og við skildum aldrei út af hverju þetta er búið að vera fjármagn og allt býða eftir að þá var einhvers staðar grót í tannhjólunum út af rannsóknarferlinu eftir brunan annars vegar gæð og eftirlitsstofnun hins vegar lögreglu, þetta er allt svona við erum búin að höggva á þessa hnúta, við erum búin að hella olíu í tannhjólinu, við erum að hreinsa sandinn burt það verður nóg úrræði, við erum að reyna líka afmarkaða þannig að það séu börn sem eru á þessum stað fái sér aðstæður og meðan að börn sem eru á hinum staðnum fái öðruvísi þjónustu, að þau fái þjónustu sem hendar þeirra stað, þeirra veikindum og hvar þau eru stödd hverju sinni. Nú Gunnarsholt núna, Laugabakki að Gunnarsholti, þar eru pláss núna og við erum að fara að byggja þetta glæsilega úrræði í Garðabæ fyrir 20-30 börn og ég er að segja og það eru fleiri staðir náttúrulega líka fyrir stúlkur og síðan var gengið til samninga á undan okkur. Það var Svandís held Svavastóttir sem að gekk til samninga Willum Þór sem gekk til samninga við Vog þar sem að var opnað úrræði fyrir börn í afeitrun og þá eru þau lengra komin en núna er Alma til dæmis okkar heilbrigðisráðherra og við erum að leggja upp í þessi úrræði að það verður þó ríki sem borgar ef við erum ekki búin að koma upp þjónustunni þá þurfa foreldrarnir ekki að vera í dauðans angist að reyna að finna úrræði fyrir barnið sitt til að bjarga lífið þess
heldur munum við gera samning við hvort sem að vera Noreg og Svíþjóð eitthvað nær okkur hér og sjúkratrygginga munu þá greiða fyrir þá meðferð. Þannig að þangað til að við erum búin að koma þessu þannig að við þurfum ekki að skammast okkar hreinlega eins og í þessu tilviki. En það þetta allt kostar þetta peninga og þetta náttúrulega áskorun stjórnmálana, það þetta jafnvægi milli eyðslu og skatt heimtu og öflunar og mönnum finnst svona eins og þessi ríkisstjórn hafi verið ansi mikið á bensíngjöfinni að eyða og eins og sagðir áðan 1700 miljardar í ríkisreikningurinn og það þarf alltaf að finna fleiri staði til að plokka af gjöld og fleiri skatta sem að ýtir undir verðbólgu, hækkandi verðlag og hærri vexti þar að leiðandi. Er ekki mikilvægt að ríkið ráðist í eitthvað aðhald í svona eyðslu og fjármálum og það Sko ég get bara stoppaði strax, ég hef ekki upplifað neitt nema aðhald núna, þá skila hallalausum fjárlögum ári fyrr en áætlað var. Já, en það líka og ég get alveg lofaðir því að þetta búið að vera eitt stórt aðhald og alls konar já. En þegar að skrúa upp hitan á alla gjaldaliði og það sem fólk þarf að borga, ég get nefnt bara eitt svona dæmi að því að við fjölskyldan leiðum okkur það núna að fyrir með 3 börn að fá okkur au-pair og ég tek... Það aldeilis. Já, en þá tek ég eftir því að það nú ný hækkun frá ykkur ríkisstjórninni, það kostaði vist 16.000 krónur eitthvað svona au-pair gjald, það alltaf var hækkað einum rikk upp í 120.000. Þetta allt svona einhvers staðar inn í kerfinu, það eru allar hækkanir, þessi gjaldahækkanir alveg svívirlegar. Það eins og maður fær sterkt á tilfenguna að þessi stjórnvöld séu að reyna að tína allstaðar það sem þeir geta af fólkinu í landinu til þess að fjármagna hærri ríkisreikning. Það tilfinningin. Já, við náttúrulega getum ekki fengið fleiri krónur í kassan nema við fyrum að bóra á drekka eða eitthvað og gera eitthvað viti, gefa út meiri loðnukvóta, 100.000 tonni viðbót af loðnukvótanum, það bara eða bara nýta auðlindirnar okkar meira eins og okkur í lóalagið. Ég persónlega vil sjá miklu meiri veiði, ég vil fá miklu meiri frelsi fyrir smábátasjómenn, strandvegar hringinn í kringu landið og bara meiri veiði og þannig að þegar það get ekki fengið meira í kassa þá hækkið þið samt mikið að gjöld og það eitt sem að var nú gjöld og bensín og allt þetta reyndu nú ekki að tala bensíni, við erum búin að rífa það nú niður úr öllu valdi og taka en taka öll gjöldin af á móti þessu kílómetragjaldi 6 eða 7 krónur per ekinn kílómetr eftir í hvort þú varst með plug-in, hybrid, rafmagnsbíl eða jarðefna eldsneytis bifreið og þegar kílómetragjaldi kemur inn í janúar, 1. janúar þá náttúrulega var undirbúningurinn að því og að láta þetta á skattin svona 1, 2 og 3 sástu að þessi undirbúningu var bara alls ekki nógu góður og fólk var bara að fá alls konar furðulega reikninga og furðulegt allt og bara það var ekki nógu gott og við viðurkennum það alveg, þetta var bara maður verður nú aðeins að svona kunna fótu sínu forráð hvað það var þar en markmiði mjög gott, markmiði var að láta þá stórnotendur sem notuðu mest veginn okkar greiða meira bílaleigur og trukkar og það sem var alltaf á ferðinni á meðan að fjölskyldubílinn sem ekkur 8 til 10.000 kilometra á ári eða eitthvað, 15.000 eða eitthvað, hann í rauninni þegar við vorum búin að taka bensíngjöld af bensíninu fyrir utan kolefnisgjaldið og náttúrulega virðisaukann að þá var það hagur og það var engin hávæði í janúar vegna þess að venjulega fólkið og venjulega bílnum sínum það bara var í rauninni ekki annað en að græða á því. Nei, ég ætla að segja, en svo gerist svolítið. Svo gerist dullitið sem að ég ætla nú ekki að fara út í þessa alþjóða krísu sem að við erum að glíma við núna, sem er bara krísa. Að þetta rugl þarna í þessu, Hormúsundi, þetta er náttúrulega engu lagi líkt. Við veitum ekki hvort við erum að komið að fara og bensínið er bara upp og niður, olían upp og niður. Þið hafa komið með tímabundið mótspil á gegn því, en málið er eins og þú talar núna, þú talar það er að láta stórnotendur borga meira, það er alltaf að tala að láta ríka fólki borga meira og svo framvegis, en það er skekkjan að ég tel, að þess að þegar stórnotendur, þeir sem er að keyra trukkana og svona er að keyra vörur á milli landshorna og svona þurfa að borga meira, að þá gerir það ekkert annað en að hækka á endanum vöruverð sem að almenningur borgar. Það er alltaf almenningur sem borgar þó að skattarnir séu lagðir á ríka fólkið eða stórnotendur og svo framvegis.
Stórnotendur í sambandi við þetta sem við erum að tala hér, það eru þeir sem spæna upp vegina sko. Við skulum átt okkur á því að við erum með hérna 700-800 milljarða innviðaskuld í ónýtum götum og vegum hér út um all land. Þetta gríðarleg áskorun sem og við viljum ekki vera að koma með veggjöld hér út um allt. Við viljum ekki hafa gjaldahlið hér út um alla Reykjavík eins og sumir að tala það þegar verið að tala einhverja borgarlínu og allt þetta. Hér verði bara gjaldahlið og þú kemst ekki út í búð öðruvís en að þurfa að lyfta upp veskið og borga fyrir eitthvað hlið. Það ekki þannig sem við viljum sjá það. Þannig að þeir sem eru að spæna upp vegina, ég hef alltaf sagt eins og með þetta eins og með annað, þeir sem nota mest, þeir eiga að borga mest. Það finnst mér finnst það sanngjarnt, eðlilegt. Mér finnst það þeir sem að skreppa bara út í búð af og til. Já, en hefur ekki ágjörð því að með svona einhverjum sértækum hækkunum og ákveðnu hópa að það leiðir samt allt út í almennt verðlag? Það gerir það alltaf. Það liggur alveg fyrir. Það engin vísindi. Það gerir það eiginlega alltaf að það fer eftir í nei, það gerir það bara stundum. Það gerir það bara þegar þeir sem að eiga allt, þegar það hagnast þeim að setja út í verðlagið, þá gera það. En þegar það fer tilbaka og lækkar á það, og nú skulum við tala um bankaskattin. Ég man eftir þegar Bjarni lækkaði bankaskattin. Það var nú ekkert smáræði söngurinn þar að það myndi greiða fyrir og liðka fyrir og gera Íslandsbanka, var ráðstatni fyrir sölun og Íslandsbanka gera svona söluvænlegri, skapa meiri svona, frjóari jarðver fyrir erlenda fjárfesta og allt væri miklu álitlegra fyrir utan það náttúrulega með því að lækka bankaskattin væri við líka að lækka þjónustugjöld til þeirra sem að viðskipta vinna bankana. Það brá svo einkennlega við að þjónustugjöldin lækkuðu ekki einseyring. Heldur hafa þau verið að hækka stig af stigi og svo núna þegar við tölum að hækka bankaskattin aftur í áttina því sem að var, sem eitthvað 0,18%, eitthvað fárálegt sko. Ég hefði bara viljað hafa hann hærri, fyrirgefðu, þá koma bankastjórnin fram og segir, þetta alveg hræðilegt, við verðum að hækka hér þjónustugjöldin og þetta fer bara beint út í verðlagið. Þetta alveg eins og með bensínverðið, orkuverðið. Og hvað þá kakóðun daginn þegar við fengum fréttur það þegar páskaeggjin voru að koma, það ekkert allt rosa mikið vegna þess að heimsmarkaðsverð á kakóbaunum og þessu væri bara búið að margfaldast. Og þá var bara til svo bara engar byrðir í landinu og það þurfti að kaupa þetta allt inn á nýja uppsprengda verðinu. Þetta svona eins og með bensíni, þú veist. Þegar að hækkar olíufatið allt ríkur upp, þá náttúrulega verður að rjúka upp strax hérna vegna þess að við eigum ekkert upp og hlaupa hér innan lands. Svo lækkar þetta bara alveg, pompa niður kannski ætti að lækka bara 50 kall á einni nótt. Nei. Það til svo mikið að byrðum af háaverðinu að við getum ekki sko, þetta náttúrulega bara viðskiptamódel sem ólíðandi hérna. Bara ólíðandi. Og það má alltaf segja, jú, í lok dags þá fer þetta bara alltaf á neytendur og alltaf verða hinn almenni borgari sem að ber alla byrðarnar. Því miður. Við erum að fara að ljúka þessu, en ég ætla að spyrja þessu í lokin, svona þegar að þú klárar þetta kjörtímabil, þú veist, hvað vilt að verði, hvað standi eftir af þínum embættisverkum? Hvert verður þitt svona stærsta próf sem ráðherra á þessu kjörtímabili? Ég held að sé að sjá hvort það mér tekst að snúa við þessari neikvæðu þróun sem að í námsárangri barnan okkar. Þeirra sem að glíma við erfiðleika. Núna til dæmis var ég með vinnustofum daginn með 50 tæplega ungmennum sem að voru að búa til verkfæri fyrir mig til þess að setja reglugerð símafrí í skólum, aldurstakmark á samfélagsmiðla. Þau gerðu þetta algjörlega og þetta var dásamlegt og ég segi ég vil vinna þetta í sátt og samlyndi við kennara, við nemendur og þannig að reglur sem að eru þau að þau fá að koma að því. En ég segi ég vil breyta þessu, ég vil búa til betri aðstæðu fyrir kennaran okkar og ég bara vonast þess að mér hafi auðnast svo gifta. Ég hef 2,5 ár ennþá, eða svona, tæft. Já, og ef þeir tekst að sína fram á bætingu, námsárangri og svo frammis, þá ég komin spjöldsögurnar. Það rétt. Ég ætla að vona þér takist það, Inga Sæland. Þannig, ég segi bara Frosti, ég bara verkfæri. Ég verði ekki hérna alltaf, ég ætla að nýta þennan tíma sem að ég núna og ég ætla að nýta hann eins vel og öllu hjarta eins ég mögulega get og það mikill áhugi inn í ráðuneytinu og rosalega glæsileg
vinna sem það er unni núna. En þú veist að þú verður náttúrulega þá að þóra, þú veist það þýðir ekki að láta kennarana bara eitthvað kvæsa þig niður og þú verður að þóra að taka stjórnina. Elsku Frosti minn. Já. Það skortir aldrei kjark hérna. Nei, ég veit það. Nei, ég er bæði kjarskur þór, viljið til verksins og mikil hugsjón. Góðra verka. Þú ert stórkostleg manneskja og stjórnmálamaður, ég gef þér það Inga Sæland og ég þakka þér kærlega fyrir að hafa komið hérna í stúdíóið til mín og óska þér góðs gengis með allt það sem þú tekur fyrir hendur. Hjartans þakkir elsku Frosti fyrir að bjóða mér og gangi þér líka allt í haginn. Takk.